Baldvinsstofa ný líkamsræktaraðstaða í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Aðstaðan gjöf úr minningasjóði Baldvins Rúnarssonar en sjóðurinn var stofnaður af fjölskyldu og vinum Baldvins sem lést þann 31. maí 2019, 25 ára að aldri eftir 5 ára baráttu við krabbamein. Þetta var svona Baldvins ær og kýr að hér yrði almennileg líkamsræktaraðstaða innan félagsins. Og svona í fyrra sumar þegar hann var nú hér þjálfari hjá klúbbnum eða semst ekki fyrir saman heldur 2018 að hér gerð almennileg aðstaða og var verið að reyna að gera eitthvað með svona eins og við köllum bara svona eins og gengur í íþróttafélögum að tesla saman það sem til var og finna eitthvað ódýrt og hvort það væri ekki hægt að gera þetta betur og það var hann semst bara ær og kýr. Vildi nú að fyrirtækið mitt myndi nú bara sjá að sponsa þetta og gera þetta klárt og þetta yrði klárt þannig ég var nú kannski ekki alveg til í það þá þannig að það var svona kannski kveikjan að þessu að hann var margur búinn að tala um það hér yrði að vera almennileg aðstaða. Hvernig var aðstaðan hérna á undan? Hvað var til dæmis hérna í þessum sal? Það var svona, þetta var eiginlega tvískiptur salurinn, það voru nokkra dýnur hérna fyrir fólk, það var aðalega bara fótboltan til að koma hingað til að bara teygja og það var engin tæki eða tól og síðan voru hamborgarasala og svoleiðis fyrir leiki hjá fótboltanum. Þannig að hún búin að breytast örlítið aðstaðan. Það er alltaf mikill munur að mæta hérna núna á æfingar. Já, það allt annað munur, miklu betra. En sjóðurinn, ef við fáum aðeins að heyra hann, minningasjóðurinn, hver eru hans helstu störf? Og hann náttúrulega stofnar hérna í kjölfar þess að Baldvin lést í lok maí og tiltölulega snemma eða strax ákveða stofnun af minningasjóð eins og ég sé svona einhver ætla að hafa lítið krútlega til þess að geta haldið minningu á lofti einhvern hátt sem var svo svona bara eitthvað bara miklu stærra en ég hef nokkurn tímann geta ímyndað mér. Hann sem sagt og við semst auglýsum það strax að það þeim sem vilja minnast hans geti lagt fé inn í sjóðinn miklu frekar heldur en að fá send 70 kertastjaka og 300 blómvendi og vorum bara viðbrögðin ótrúleg og frá bara ótrúlegust aðilum og bara félagasamtökum, íþróttafélögum, sektarsjóðum, fyrirtækjum, einstaklingum, krökkum, bara þess alveg ótrúlegt. Í júlí var fyrstu styrkjum úr sjóðunum úthlutað og voru það minningasjóður Heimahlýningar á Akureyri, Kraftur og DM félag Íslands sem fengu styrk. Svo var semst farið á stað með það að þau skráðum sjóðin í Reykjavíkurmaraþoninu og 50 hlauparar hlupu og söfnuðu miklu móð yfir 4 milljón. Þannig að það svona hefur verið það sem við höfum verið að afla fjár og svo vísu ennþá frjáls framlög sem verið að leggja í sjóðinn. Og síðan hófst þessi vinna við þetta verkefni, hún hefst í rauninni í ágúst, í lok ágúst þetta ákveðið, fáum við semst fyrir að funda aðalstjórnar með þessa hugmynd, hvort að þeir leyfa okkur að fara í þetta verkefni og það var bara mjög vel tekið í það. Þannig eftir að fótboltatímabilið lýkur hér þá byrjað að skvera öll út og byrja að gera sem það þarf að gera og velja og starfshópur sem skipar það að velja hérinn hvað var óskast að í tæki og tólum og öllu því og svona kannski það sem var aðal flöskólsin að þetta ekki fljótar það var að vanta eða mottunar, þær voru ekki til á landinu sem við stöndum á þannig að þetta búið að taka þennan aðdraganda. Það mikil vinna sem liggur í þessu, hvað heldur það sem mikil vinna? Það við svona kannski reiknað 160 klukkustundir í tíma sem við, eða hinnir ýmsu aðilar lögðu hér vinnu og bara bara skemmtilega vinnu og allir komið hér með bros og vör og mjög áhugasamir. Og nú þið duglega að funda og skipar ekki að næstu skref, hvað framundan í minningasjónum? Það stendur til dæmis í reglum sjóðsins að við ætlum að úthluta einhverju á 2 dagsetningum og önnur dagsetningin 15. janúar, afmælisdagur Baldvins. Þannig að það stefnan á að gera einhvern viðburð eða eitthvað svoleiðis og úthluta einhverjum til einhverja góðgerða mála. En þessi sjóður, hann hefur þá verið mjög fljótur að stækka og bætast í hann. Hvernig sjáu þið næstu skref á að halda áfram að safna peningum og fjármunum í hann? En þá til dag og summa í sjóðnum. Við erum langt frá því að vera búin að þurra ausan og bara geymum það til einhverja góðra verka. Við sem sagt sjáum náttúrulega fram á það að við höfum einhvern viðburð sem verður, svona það eru einhverja hugmyndir komnar á fótboltaleik og það er svona bara ýmsar hugmyndir komnar þarna 15. janúar sem við þá kannski getum safnað einhverjum pínum pening og svo sjáum við náttúrulega fram á það að Reykjavíkurmaraþonið svona vettvangur sem við getum verið að fá eitthvað inn.
kannski ekki eins mikið og núna við vitum að það kannski svona fyrst alltaf mest, en að við getum viðhaldið sjóðnum með því að fá fólk til að hlaupa til góðra mála. Þetta er svona orðin svona hefð hér á landi að fólk að hlaupa og það finnst gott að geta gert það í góðu málefni og við byggum til skemmtilegan hóp og gerum skemmtilegan dag, þannig að allir sem voru með í fyrra sögðslega kom með næst pluss fullt öðru fólki. Þannig að svo erum við gerðum bóli fyrir minningarsjóðin sem við gerum fyrir hlaupið og við stefnum á því kannski að selja eigun orðið eitthvað af þeim pöntum meira og erum að selja þá, seldum þá opnunardaginn og arbönd jafnframt merkþór og sem stendur í minningu Baldvins innan í svona gúmíarbönd. Þau kláruðust, þannig að við erum með aðra pöntun. Þannig að svona, þetta svona, fá einhverja smáur inn á því og svo náttúrulega reikningur sem alltaf opinn og hægt að leggja inn á. En nú ekkert langt síðan að sjóðurinn verður til og mörg verkefni sem sjóðurinn hefur komið af og mismunandi líka. Já, við til dæmis á lokóið Þórs þá voru ákveðið að búa til Baldvins bikar sem verður vonandi næstu ár og það bikar fyrir þá íþróttakrakka sem eru góði liðsmenn og hvetjandi og vinna vel fyrir klúbbinn sinn og við gáfum Baldvins bikar bæði kalla og kvennamegin þá í fótbolta þá 3. til 5. flokks og síðan var þessi bikar einnig gefinn í öðru flokk kalla hjá Þór. Reimar, og segir okkur aðeins bara út frá hlið íþróttafélagsins Þórs, hvaða þýðingu hefur Baldvinsstofa fyrir ykkur? Þetta hefur gríðarlega þýðingu fyrir okkur. Þú veist, bara geta boðið meistaraflokkunum okkar og yngri iðkendunum að koma hérna og nýta þessa frábæru aðstöðu. Síðan hafa verið önnur verk úr þessu líka Baldvins bikarinn, þannig að þýðingin að hafa svona sjóð sem að styðja við starfið, það hlýtur að gefa félaginu mikið. Það bara ómetanlegt og Þórs samfélagið gríðarlega þakklátt að fá svona gjöf og rosa gaman að draumur Baldvins heitins skuli hafa að þetta hefur orðið að veruleika og auðvitað vissum við það að þegar þetta góða fólk fer á stað þá allt gert upp á 10 og eins og við sjáum hérna í aðstöðunni að þetta alvöru dæmi og við erum rosa ánægð með það og þökkum bara kærlega fyrir. Þetta ómetanlegt.